Já, gott kvöld. Ég býð ykkur þá velkomin á fund bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Þetta fundur númer 1570. Hann haldinn í fjarfundi í Einarsstofu 25. mars 2021 klukkan 18:00. Hún rétt rúmlega hjá okkur. Það eru eins og oft hefur gerst smá tæknilegar örðugleikar. Tengja alla bæjarfulltrúa, en það bæjarfulltrúi Njáll Ragnarsson sem hefur boðað forföll og í hans stað hefur boðuð Helga Jóhanna Harðardóttir varabæjarfulltrúi og jafnframt hefur Hildur Sólveig Sigurðardóttir boðað forföll, en í hennar stað hefur verið boðaður Eyþór Harðarson varabæjarfulltrúi. Og þau hefur verið bæði mætt. Eins og áður kom fram, þetta fjarfundur í beinni útsendingu og upptakan verður jafnframt aðgengileg til áhorfs á fundur loknum. Ég staddur hér í Einarsstofu ásamt ritara. Ég segi fund settan. Í útsendri dagskrá eru 10 mál, en ég geri tillögu að taka inn með afbrigðum mál 202003036 sem við höfum rætt áður, sem viðbrögð vegna veiruógnunar og það verði fyrsta mál. Svona í ljósi þess að fundi var breytt með skömmum fyrirvara yfir í fjarfund, en svo öllum er kunnugt að væntanlega að almannavarnir voru settar á neyðarstig í gær og ýmsar aðra breytingar í samfélaginu hjá okkur sem tóku gildi á miðnætti í nótt vegna COVID-19. Þannig að verði þetta samþykkt þá verða málin heild 11 og dagskrárliðin munu þá hliðrast sem því nemur. Þannig ég ætla að leita eftir nafnakalli við að taka inn þetta fyrsta mál með afbrigðum. Íris Róbertsdóttir. Já. Helga Jóhanna Harðardóttir. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Eyþór Harðarson. Já. Trausti Hjaltason. Já. Og Helga Kristín Kolbeins. Já. Og ég sjálfur segi já. Þannig að það samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Þá dagskráin, það eru almenn erindi, eins og áður komið fram, það fyrsta mál viðbrögð vegna veiruógnunar, annað mál málefni hraunbúða, þriðja mál umræða samgöngumál. Svo eru fundagerðir til staðfestingar, það 4. dagskrármál umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 341, liðir 1-9 sem liggja fyrir til staðfestingar, 5. dagskrárliður bæjar á Vestmannaeyja, fundur 3148. Liður 1-7 sem liggja fyrir til staðfestingar, 7. dagskrármál fjölskyldu- og tómstundaráð, fundur 260, liður 1-4 sem liggja fyrir til staðfestingar, 7. dagskrárliður bæjar á Vestmannaeyja, fundur 3149, liður 1 sem liggur fyrir til staðfestingar og 8. dagskrárliður umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 342, liður 1-5 sem liggja fyrir til staðfestingar og 9. dagskrárliður framkvæmd og hafnar á Vestmannaeyja, fundur 260, það hefur óskað eftir umræðu lið númer 1 sem hafnarstjóri Vestmannaeyja hafnar. Hann liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Liðir 2-7 liggja fyrir til staðfestingar. 10. dagskrárliður bæjar á Vestmannaeyja, fundur 3150, liðir 1-10 sem liggja fyrir til staðfestingar og 11. dagskrárliður fræðsluráð, fundur 351, liðir 1-5 sem liggja til staðfestingar. Þá ekkert annað en ganga til dagskrá. Það fyrsti dagskrárliður, það viðbrögð vegna veiruógnunar. Það Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, við höfum ekki farið varhluta af því hér í Vestmannaeyjum frekar en annars staðar á Íslandi, þeim breytingum sem tóku gildi í dag, þegar herða þurfti aftur samkomin takmarkanir og það ár síðan að við vorum í mjög miklum takmörkunum hér og vorum á leiðinni í mjög erfitt tímabil, en sem betur fer staðan mun betri í Vestmannaeyjum í dag, allavega á þessum tímapunkti. Hér erum við ekki með einstaklinga í einangrun og við höfum verið smitlaus í nokkuð marga mánuði, en það alltaf kallar fram ákveðin viðbrögð og
Sveitarfélagið og stofnanir þess þurfa auðvitað að bregðast við þessu og meðal annars hittist viðbragðsnefnd sveitarfélagsins í gær og farið var yfir reglur sem gilda fyrir allar stofnanir og forstöðumenn fengu sendar strax í gærkvöldi og svo voru sendar auðvitað frá okkur tilkynningar og annað, meðal annars varðandi grunnskólan og tónlistarskólan þar sem nemendur fóru í páskafrí fyrr, 2 dögum fyrr, en kennarar voru í vinnu við undirbúning. Leikskólinn var opinn í dag og samkvæmt tilmælum sóttvarnalæknis var hann það, en leikskólastjórar og skólafulltrúi hittust og fræðslufulltrúi hittust í dag og fóru yfir hlutina og verður leikskólum sveitarfélagsins, þeir verða lokaðir til 10 á morgun, þannig hægt sé að undirbúa skólana fyrir þessa gríðarlega miklu breytingu. Þegar ákveðið var svo að setja landið á neyðastig, þá erum við á rauðum kóða á leikskólanum og þá gilda töluverðar takmarkanir gagnvart starfsfólkinu og svo þetta foreldrum og öðrum sem koma á leikskólana og það þarf að gera ákveðnar breytingar og þetta verður undirbúið í fyrramáli. En í framhaldi af þessum reglum þá þurftum við að loka íþróttamiðstöðinni og auðvitað sundlauginni, Herjólfshöllinni, endurvinnslunni og bókasafninu og við svolítið svona eigum uppskriftin af því hvernig við gerum þetta, þannig það var farið í þá hluti og þetta svona sett upp með þeim hætti sem við gerðum þegar þessar samkomnu takmarkanir voru síðast. En ég allavega bara ánægð með viðbrögðum sem hafa verið, bæði frá starfsfólki og fólki hérna innanbæjar og hafa forstöðumenn verið beðnir að uppfræða sitt starfsfólk og skipuleggja starfsemina þannig að hægt sé að virða þessi fjarlægðamörk og fjöldatakmarkanir. Og það hefur mikið reynt á okkar samfélag á þessu ári, við höfum átt góða tíma eins og í sumar, en svo höfum við náttúrulega átt þá tíma sem við höfum búið við mjög mikla takmarkanir og erum að fara inn í svoleiðis tíma núna og það er mikilvægt að finna þessa samábyrgð og sveigjanleika og skilning bæjarbúa síðan þessi veiruógn hófst fyrir árið síðan og það er bara frábært að horfa á fyrirtæki einstaklinga hvernig það fari í gegnum þetta tímabil þrátt fyrir að þurft að grípa til þessa herstu aðgerða sem eru bara mjög harðar og bara á pari við það sem við vorum með í vor. En það er mikilvægt að við höldum áfram á þessari vegferð og gerum þetta saman. Þó þessi allir orðnir rosalega leiðir á því að gera þetta saman og taka þetta á kassan og allt það, þá er þetta bara eitthvað sem við komumst ekki hjá og það er nauðsynlegt að fylgja þessum reglum og það er nauðsynlegt að finna áfram öflugum sóttvörnum og fylgja tilmælum sóttvarnayfirvalda til að koma í veg fyrir bakslag. Og ég bara verð að segja það eins og að ég er gríðarlega stolt bara af öllu starfsfólkinu og íbúum í Vestmannaeyjum, hvernig þeir hafa tekist á við öll verkefnin á þessu ári og vona svo að við getum bara haldið áfram og komið okkur út úr þessu fljótt og vel. Jæja, nú er þetta allt saman sem að komið í lag, en allavega ég datt eitthvað hér út í lokin hjá Íris Róbersdóttur, en ég sé að þetta er komið aftur til mín hér, útsendingin. Þá eru orðið laust ef að bæjarfulltrúar vilja taka til máls undir þessum fyrsta dagskrárlið. Allavega er engin bæjarfulltrúi sem hefur gert það. Þannig að þá þökkum við bara Írisi Róbersdóttur vel fyrir þessa samantekt. Og förum í annan dagskrárlið. Annan dagskrárlið er málefni hraunbúða. Það er aftur Íris Róbersdóttur, gjörðu svo vel. Afsakið forseti, það hefur eitthvað skólast til í öllu tæknidótinu, þá eftir að lesa innbókun og drög að sameiginlegri bókun í fyrsta lið. Ég ætla að biðja að taka það. Það á að vera í fundagerðinni. Í drögum á fundagerð.
Já, takk fyrir þetta Íris Róbertsdóttir. Það tæknin virðist nú ekki að vera stríð okkur áfram því að mér hafa ekki borist drög að fundargerðinni ennþá. En hún á nú að vera hér einhvers staðar í kerfinu, þannig að við hljótum og verðum að trúa því að hún komi til okkar. Hér að berast á þessa stundu innbókun allavega sem að ég með og bið ykkur all afsökunar á þessu. Svona getur þetta bara verið, þá sem við búin að vera áður í fjarfundi. Viðbrögð vegna bæjarstjóri fór yfir aðgerðir Vestmannaeyjabæjar vegna hertra samkomutakmarkana stjórnvalda sem tóku gildi í dag 25. mars síðastliðinn. Meðal annars var ákveðið að nemendur grunnskólans og tónlistarskólans færu fyrir í páskaleyfi, en starfsfólk skólanna nýtti tímann fram að helgi til að undirbúa kennslu að loknu páskaleyfi. Frístund- og félagsmiðstöðinni var lokað. Ákveðið var að halda leikskólum opnum áfram. Þar gildi jafnframt áfram reglur grímuskyldu og 2 metra fjarlægðarmörk. Íþróttamiðstöðin, sundlaugin, Herjólfsvöllin og endurvinnslan eru lokuð. Þá voru reglur fyrir starfsfólk og starfsemi stofnana Vestmannaeyjabæjar uppfærðar og sendar forstöðumönnum. Í þeim eru forstöðumenn beðnir að skipuleggja starfsemina þannig að hægt sé að virða fjarlægðarmörk og fjöldatakmarkanir. Og þá jafnframt með hér niðurstöðu líka sem að ég les þá í framhaldi. Mikið hefur reynt á samábyrgð, sveigjanleika og skilning bæjarbúa síðan veiruógnin hófst fyrir rúmu ári síðan. Fyrirtæki og einstaklinga hafa farið í gegnum erfitt tímabil og gripið til mjög harðra samkomu og fjöldatakmarkana og sérstaklega síðasta vor. Mikilvægt að við höldum áfram á þeirri vegferð sem stjórnvöld hafa gefið fyrirmæli um. Bæjarstjórn hvetur bæjarbúa til þess að fylgja reglum samkomutakmarkanir og fjarlægðarmörk. Nauðsynlegt að sinna áfram öflugum sóttvörnum og fylgja tilmælum sóttvarnayfirvalda til að koma í veg fyrir bakslag. Eru bæjarfulltrúar sem gera athugasemd við þetta eða vilja taka til máls undir þá þessum fyrsta dagskrárlið? Svo ekki. Tæknin ekki að stríða okkur áfram. Þannig að við ljúkum þá fyrstu dagskrárlið núna með þessum orðum, þessari innbókun og niðurstöðu sem að ritari mun fara til bókar og göngum þá til dagskrár annan dagskrárlið sem þá málefni Hraunbúða eins og áður kom fram og bið þá bæjarstjóra Írisi Róbertsdóttur að taka við. Gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Við höfum ekki farið varhluta af því að núna síðan í júní á síðasta ári hefur verið í viðræðum við sjúkratryggingar og ríkið varðandi rekstur Hraunbúða. Ákvörðun var tekin í lok júní á síðasta ári að segja upp samningnum við ríkið rekstur Hraunbúða og það gert vegna þess að daggjöld duga engan veginn fyrir rekstri og það eru bara orðin viðurkennd staðreynd að það sem greitt með fylgir engan veginn því sem fylgir í kröfulýsingu og kostnaði rekstur heimilisins. Þetta voru mjög þung skref fyrir okkur í bæjarstjórn Vestmannaeyja að taka þessa ákvörðun og var hún gerð til þess að sýna það að ríkið verður að taka ábyrgð á þessum málaflokki með því að láta fjármagni fylgja. Við erum enn þeirra skoðunar að þessari þjónustu auðvitað best komið heima í héraði og hjá sveitarfélaginu. En á meðan staðan þannig að ríkið ekki tilbúið að borga með þessu, það sem þetta kostar, að þá erum við í erfiðri stöðu og þess vegna skiluðum við þessum rekstri og óskuðum eftir því að ríkið fengi annan rekstraraðila til að reka þetta. Eins og hefur komið fram síðan á síðasta bæjarstjórnarfundi að þá vorum við kölluð 3. mars á fund hjá heilbrigðisráðuneytinu þar sem okkur var tilkynnt að Heilbrigðisstofnun Suðurlands ætti að taka við rekstrinum.
En jafnframt á þeim fundi var okkur sagt að við ættum að segja upp öllu fólkinu og störfin yrðu auglýst. Við það vildum við ekki una og höfum verið að funda með ráðuneytinu síðan þá og höfum fylgst að með Fjarðabyggð sem deila sömu hagsmunum varðandi hjúkrunarheimilin vegna þess að þeim var líka tilkynnt að sjúkrahúsið hjá þeim myndi taka yfir reksturinn. Við höfum haldið því fram frá upphafi að lög um aðilaskipti eiga að gilda og eru margir sammála okkur, meðal annars sérfræðingar í vinnurétti, en heilbrigðisráðuneytið heldur sig við það að þessi lög eiga ekki að gilda. En þrátt fyrir það að þá höfum við átt fundi með ráðuneytinu og síðasti fundurinn sem við áttum með þeim var í gær og þar var okkur tilkynnt að þeir myndu takast alla starfsmennina yfir eins og lög um aðilaskipti væri að gilda en það á eftir að fara yfir öll réttindi og annað, hvort að þau fylgi ekki örugglega. Og það er þess vegna sem við teljum að sigurinn sé ekki unnin, við séum ekki búin að klára þetta, en þetta var risastórt skref í því að fá viðurkenningu á því að allir starfsmenn flytjist með verkefninu. Að þetta sé starfsemi sem að flytjast yfir og það annar rekstraraðili en starfsmennirnir og auðvitað heimilisfólkið ennþá á sínum stað. Það skiptir okkur miklu máli. Það skiptir okkur líka gríðarlega miklu máli að þjónustan haldist sem best og það auðvitað eitthvað sem við munum passa og tryggja að verði góð áfram. En það frábær mannauður á Hraunbúðum sem ég held að allir séu gríðarlega stoltir af og auðvitað dásamlegir heimilismenn sem þar búa, heimilisfólk. En á fundinum í gær, eins og áður sagði, þá samþykkti heilbrigðisráðuneytið að taka alla starfsmenn sem vinna á hjúkrunarheimilinu utan framkvæmdastjóran yfir á sömu kjörum og þeir eru í dag og við teljum að þeir hafi samþykkt að vernda áunni réttindi þeirra. Við erum ekki búin að fá þetta skriflegt en við gerum aðeins töluverðar athugasemdir við þetta samkomulag og það mun fundurinn á morgun snúast og þá mun það skýrast svolítið hvort að þetta gengur eftir og hvort að þetta klárast. En við fengum náttúrulega áttum að eiga þennan fund klukkan 2 í dag en sá fundur var afboðaður bara með skömmum fyrirvara vegna athugasemda sem við sendum við samningsdrögin og við skiljum það nú ekki alveg því við hefum bara viljað ræða það í dag og hver dagur mikilvægur og það hefur verið gott að eiga þennan fund í dag til þess að geta átt þennan fund fyrir þennan bæjarstjórnarfund en þessi fundur enga síður í hádeginu á morgun og ég efast ekki það að ef við þurfum að bregðast við bæjarstjórn með einhverjum hætti að hún sé tilbúin að funda með skömmum fyrirvara þetta mikilvæga mál. En öll okkar áhersla að tryggja reksturinn eins og hann í dag, tryggja réttindi starfsfólks og tryggja það að þjónustan skerðist ekki. Og þetta viljum við láta skrifa inn í þennan samstarfssamning að því að ef að lögum aðilaskipti ekki að gilda að þá þarf að tæpa á öllum þessum réttindum og við höfum verið í bara mjög góðu samstarfi við Fjarðabyggð og lögmann okkar þetta. En tíminn naumur og þessi mál þurfa að skýrast sem fyrst en það sem skýrt eftir gærdaginn og samtöl og staðfestingar í dag að ráðuneytið tilbúið að takast og búið að samþykkja það að allir starfsmennirnir fari yfir. Það á ekki að segja þeim upp og þeir á ekki að auglýsa störfin en þá auðvitað eftir að ganga frá ákveðnum þáttum og réttindamálum sem að við munum fara yfir á fundinum á morgun. En eins og áður sagði, þá voru þetta þung skref og þetta var ekki endilega val bæjarstjórnar og alls ekki val bæjarstjórnar að fara þessa leið en ríkið hefur ekki fjármagnað þennan rekstur hjúkrunarheimila og því erum við komin í þessa stöðu og boltinn algjörlega hjá ráðherranum og ráðuneytinu gagnvart þeim fjármunum sem settir eru í þennan rekstur. Ég hef lokið máli mínu. Já, takk fyrir þetta Íris Róbertsdóttir. Ég þá með innbókun undir þessum dagskrárlið. Bæjarstjóri fór yfir stöðu viðræðna við ríkið um yfirfærslu Hraunbúða til Heilbrigðisstofnunar Suðurlands er að ræða viðræður við heilbrigðisráðuneyti réttindi starfsfólk við yfirfærsluna og viðræður við Sjúkratryggingar Íslands og Heilbrigðisstofnunar Suðurlands ýmis hagnýt atriði við yfirfærsluna.
Viðræður við heilbrigðisráðuneytið réttarstöðu starfsfólk ganga út á að störf og réttindi alls starfsfólk hraunbúða verði tryggt við yfirfærsluna. Á fundi sem haldinn var með ráðuneytinu í gær kom fram að fyrir liggur yfirlýsing frá heilbrigðisráðherra flutning allra starfsmanna utan deildarstjóra öldrunarmála til Heilbrigðisstofnunar Suðurlands. Ráðuneytið lagði jafnframt fram drög að samkomulagi yfirfærslu starfsfólks, en Vestmannaeyjabær og Fjarðabyggð sendu athugasemdir sem til stóð að ræða við ráðuneytið á fundi í dag. Heilbrigðisráðuneytið afboðaði hins vegar fundinn og neitaði sveitarfélögunum fund í dag þrátt fyrir ítrekað beiðni þeirra þar en ráðuneytið lagði síðar í dag til fundatíma á morgun föstudag. Þannig var þessi innbókun. Nú áður en ég fer í niðurstöðu þá gef ég orðið laust ef bæjarfulltrúar vilja ræða þetta málefni. Ef það engin bæjarfulltrúi sem vill taka til máls þá mun ég fara bara í niðurstöðuna. Það niðurstaða bæjarstjórnar. Já, þá gef ég Trausta Hjaltasyni orðið þá en ég skelli mér í niðurstöðuna. Trausti, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar og kæru áhorfendur. Langar nú bara að leggja hér orð í belg í þessa umræðu. Þetta er auðvitað risavaxið mál fyrir okkur og gríðarlega stórt hagsmunamál fyrir íbúa í Vestmannaeyjum að þessi þjónusta skuli vera í eins góðu horfi og hægt og það er auðvitað bagalegt að við skulum vera komin í þessa stöðu að vera í þessari óvissu og við erum enn og aftur með hér málaflokk sem að ríkið er að fjármagna í óvissu og það eru ekki margar vikur síðan við vorum með samgöngunar okkar í mikill óvissu út af fjármögnun frá ríkinu og hér er svolítið sama upp á teningnum þannig að þetta er auðvitað mjög vont að við skulum vera á þessum stað. Það eru í þessu máli fyrst og fremst rosalega mikil vonbrigði að ríkið skuli ekki koma til móts við kröfur sveitarfélagsins og koma með viðbóta fjármagn þegar það í mínum huga liggur í augum uppi að sú þjónusta sem er verið að veita á hraunbúðum hún þarf meiri fjármagn og það á meira fjármagn að fylgja með málaflokknum og eftir að það er búið að liggja mikið yfir þessu öllu saman þá held ég að það liggi nú bara nokkuð í augum uppi og mínar áhyggjur snúa fyrst og fremst að því að ef að ríkið tekur þetta yfir að þá er ríkið auðvitað komið nær því að nær ákvörðunartökunni og nær því að nær þjónustunni og að geta gripið til aðgerða sem snúa að þjónustunni sem að gætu verið eitthvað sem að gæti komið niður á þjónustunni en við auðvitað vonum að svo verði ekki og það snýst nú málið að stóru leyti og við þekkjum það að ríkið er núna að reka sjúkrahúsið og heilsugæsluna hjá okkur og HSU tók yfir þann rekstur og nú stendur til að sami aðili taki yfir þennan rekstur og þá eru auðvitað ákvarðanatakin komið lengra frá okkur og reynslan hefur nú sýnt okkur að til að mynda í samgöngum að það getur verið stór kostur að vera með ákvarðanatökuna hjá okkur. En auðvitað er engan veginn ásættanlegt að vera í þeirri stöðu að þurfa að greiða jafnmikla fjárhæðir með rekstrinum eins og verið að gera í dag og það er alveg óásættanleg staða og þess vegna erum við í raun og veru svolítið tilneydd til þess að vera á þessum stað sem við erum á núna og ég bara vona að þeir sem að sitja við samningaborðið beri gæfa til þess að lenda þess á eins farsælan máta og hægt og ég veit að menn að leggja sig fram við það og bæjarstjóri hefur verið að halda bæjarfulltrúum upplýstum gangmála og bæjarfulltrúar hafa verið að koma inn á fundi og ræða þessi mál og maður fylgist bara áfram vel með og
En bæjarstjórn hefur verið bara einhuga í málinu hingað til og ég á ekki von á öðru en að svo verði áfram. Ég lokið máli mínu í bili. Já, takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason. Vilja fleiri taka til máls undir þessum við? Allavega ekki neitt beðið morðið allavega enn sem komið er. Þannig að ég ætla þá bara að fara í sameiginlega niðurstöðu hérna. Vonbrigði að ríkið skuli ekki koma að neinu leyti til móts við kröfu Vestmannaeyjabæjar varðandi fjármögnun og rekstri Hraunbúa. Bæjarstjórn leggur höfuð áherslu á að undirbúningur, viðræður og vinna við yfirfærslu Hraunbúa til Heilbrigðisstofnun Suðurlands verði áfram með hagsmuni heimilisfólks og starfsfólks að leiðarljósi. Mikilvægt að yfirfærslan gangi eins vel fyrir sig og kostur er, en jafnframt tryggt að starfsfólk haldi störfum sínum og réttindum við yfirfærsluna. Það vonbrigði að heilbrigðisráðuneytið neiti að beita lögum réttarstöðu starfsfólk við aðilaskipti að fyrirtækjum við yfirfærslu Hraunbúa til Heilbrigðisstofnunar Suðurlands og að tryggja þannig störf og réttindi starfsfólks. En drög að samkomulagi ráðuneytisins og Vestmannaeyjabæjar yfirfærslu starfsfólks skref í rétta átt. Það eðlilegt og mikilvægt að sveitarfélögin fái tækifæri til að gera viðeigandi athugasemdir við samningsdrögin sem varðar hagsmuni starfsfólks, sveitarfélags og þjónustuþega. Hvetur bæjarstjórn heilbrigðisráðuneytið til þess að taka þátt í því að tryggja störfin og gæta réttindi þessa mikilvæga starfsfólks. Jafnframt brýnir bæjarstjórn það fyrir aðilum að ljúka þessari vinnu hratt og örugglega. Nú, ef það ekki fleiri bæjarfulltrúar sem að vilja taka til máls undir þessum öðrum dagskrárlið, þá ljúkum við honum hér með þessum orðum og tökum til dagskrár þriðja dagskrárlið sem umræða samgöngumál og þá gef ég orðið yfir á Írisi Róbertsdóttur. Gjörðu svo vel, Íris. Forseti, bæjarfulltrúar. Samgöngumálin okkar eru alltaf í forgrunni og eru það oft sérstaklega yfir vetrartímann. Og það er ánægjulegt að horfa til þess að síðustu 2 vetur hefur Landeyjahöfn verið opin yfir veturinn. Það er auðvitað hluta til nýtt skip sem risti grynnra, en svo hafa einhvern veginn veðurfarslegar aðstæður og dýpkun og annað falli með okkur á þessum tíma, þannig hægt hefur verið að hafa höfnina að opna. En við erum náttúrulega höfum ekki alveg verið sátt við það að tækjabúnaður sem notaður við dýpkun náttúrulega ekki nógu góður og krefst mikil viðhalds og þarf auðvitað oft að vera í burtu þá daga þegar gefur til dýpkunar, af því það jákvæða breytingin við dýpkun í Landeyjahöfn snýr að því að þeir dýpkunargluggar sem voru, þar sem fyrirfram voru ákveðnar dagsetningar sem átt að dýpka í höfninni, það búið að eyða þeim og það á bara að dýpka þegar það er veður. Og það tryggir það að þegar það kemur gott veður, að þá farið og dýpkað sem að tryggir það aftur að það sé hægt að sigla. Og við erum búin að lenda í því einu sinni í vetur að það þurfti að fara að sigla eftir flóðatöflu, en höfnin hefur sem betur fer ekki lokast og það skiptir ofboðslega miklu máli þessa mánuði yfir harðasta veturinn að það sé dýpkað þá daga sem gefur til dýpkunar. Og því miður að þá hefur dísan verið í viðhaldsstoppi núna sem hentar okkur ekki vegna þess að núna eru dagar sem gefa til dýpkunar. Og hver dagur skiptir máli, en ef það væri öflugt tæki og tól, þá væri kannski mun hraðar verið að dýpka þá daga sem að veður. Og allt þetta barátta sem við þurfum að vera í. Það styttist í það að það verði aftur boðin úr dýpkunin og það mikilvægt að við höfum þessa hluti í forgrunni. Að hér verði öflugt tæki til að sinna dýpkuninni sem sýnir það að ef að dýpkuninni sinnt og með öflugum tækjum að þá geta hlutirnir gengið bara mjög vel í Landeyjahöfn, en auðvitað höfnin samt ekki tilbúin. Eins og okkur var sagt og kynnt í upphafi og væntingarnar voru gerðar til og auðvitað skiptir þá gríðarlega miklu máli að þessi úttekt sem búið að gera svona forúttekt á varðandi hvað þarf að gera fyrir höfnina að hún verði kláruð. Þannig hægt sé að stilla dæminu upp þannig hvað þarf að gera og hvernig sé best
að gera höfnina á Garði þannig að hún nýtist okkur eins og talað var í upphafi. Þannig uppfylli þær væntingar. En við þurfum líka að huga að fluginu og eftir það að við stoppuðum að flugi stoppaði hérna í að verða á 4. mánuð, þá fundum við fyrir því að það er mjög bagalegt að hafa eina samgönguleið. En eins og staðan núna, þá flugið ekki hér á markaðslegum forsendum, heldur er verið að fljúga hérna fyrir COVID-greiðslur frá samgönguráðuneytinu, sem að þýðir það að hægt að fljúga hér 2 í viku, sem náttúrulega engan veginn sú ferðatíðni sem við viljum hafa. Og það auðvitað alltaf ferðatíðnin sem býr til farþegatölunar. Og það höfum við séð eins og með Herjólf, að leið og Herjólfur fór að sigla í Landeyjahöfn og aukin ferðatíðni var, að þá náttúrulega rauk upp fjöldinn sem var að koma. Og ég ætla að vona það að það verði eins með flugið, þegar það verður aukin ferðatíðni nú á vordögum, að það verði þá breyting á því að við getum nýtt okkur flugið betur og farþegafjöldinn aukist. En það gríðarlega mikilvægt að við höfum það í huga, við sem sittum hér í þessari bæjarstjórn, að við þurfum að huga að því að halda vel utan flugið og standa vörð það, að því það skiptir okkur gríðarlega miklu máli að hingað því ekki bara siglt, heldur líka flogið. Þó auðvitað siglingarnar í Landeyjahöfn séu okkur ofboðslega mikilvægar og fyrirtækjum og öllum flutningum og annað, þá skiptir flugið líka máli. Ég hef lokið máli mínu, forseti. Já, takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Já, bæjarfulltrúar ræða þetta, þennan lið áður en fyrir í sameiginlega niðurstöðu bæjarstjórnar. Það Trausti Hjaltason sem hefur óskað eftir að fá orðið. Trausti, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar. Það alltaf ánægjulegt að geta rætt samgöngur og kannski það eru mjög jákvætt að núverandi ferja sé að reynast eins vel og raun ber vitni og það búið að vera gaman að horfa upp á fjölmargar ferðir, 6 ferðir á dag og hérna í janúar, febrúar og mars og við höfum ekki séð svona lengi samfellda tíma með þessara ferðatíðni áður í Vestmannaeyjum með Herjólfi, þannig að það auðvitað mjög ánægjulegt og maður verður stundum svona svolítið samdauna ástandinu og gleymir kannski því að vera ánægð með það sem við höfum, en að sama skapi við höfum ekki hætt að berjast fyrir betri samgöngum og það svo sannarlega því miður á nægu að taka ennþá og fjölmargt mál sem við þurfum að halda á lofti og til dæmis líkt að bæjarstjóri kemur hér inn á að það auðvitað óásættanlegt að þó að það sé búið að eyða þessum dýpkunargluggum og við séum með samningu upp á það að það eigi að dýpka þegar það gefst færi til þess að dýpka, að við skulum vera með þennan búnað sem virðist ekki vera hentugur til þess að sinna þessari dýpkun, að minnstakosti þá hefur því miður líkt og bæjarstjórn hefur áður bent á að þá þessi búnaður ekki að standast þær kröfur sem við erum að gera til þess að þegar menn að sinna dýpkun. Það verið að dýpka við erfiðar aðstæður og búnaðurinn hefur verið að bregðast og það meðal annars, eða ekkert meðal annars, það líklega bara ástæðan fyrir því að við höfum þurft að sigla hér eftir flóðatölu í þó nokkuð marga daga í vetur og ef við hefum verið með réttan og betri búnað þá hefðu ekki verið að sigla eftir flóðatöflu líkt og hefur verið gert. Þannig að þarna auðvitað verið að fella niður ferðir að manni finnst að óþörfu og við þurfum að fylgja því fastar eftir að þetta komi ekki fyrir aftur, að við fáum hentugur í búnað til verksins og hann svo sannarlega til í heiminum og við höfum áður verið með aðila sem hafa verið með búnað sem hefur verið hentugur til verksins og ég vona bara að því verið fylgt fast eftir. Varðandi fleiri atriði sem að snúa að samgöngum þá
þá ég sammála því að það þarf að klára, að það þarf að halda áfram að vinna í Landeyjahöfn að því að bæta höfnina og gera hana að þeirri heilsárshöfn sem var lofað og ef að það þýðir það að halda áfram með úttekt eða hvað það að minnstakosti þá þarf að halda áfram að finna lausnir á því hvað það sem hægt að gera til að bæta höfnina og maður vill sjá þá vinnu áfram og það auðvitað atriðsins nú að meðal annars af dýpkun sem að þarf að bæta. Síðan nú svo sem ágætt að taka umræðanum fyrst að við erum hérna undir liðnum samgöngumála að það væri auðvitað líka gott að sjá núna þegar það komin ný ferja að fá almennilega niðurstöðu í jarðgangna umræðuna að fá almennilega niðurstöðu hvort að það sé gerlegt eða ekki svo til þess að sé hægt að keyra það á fullu á það eða slá það út af borðinu og síðan þurfum við auðvitað bara líka að fara að huga að undirbúningu á nýju skipi, hvort sem það þá annað skip sem siglir á móti þessari ferju eða bara sú ferja sem mun leysa þessa ferju af vegna þess að svona undirbúningu tekur tíma og við þurfum bara að fara að koma því í umræðuna fljótlega hvað við viljum í þessum efnum og þetta eitthvað sem að bæjarstjórn hefur aðeins rætt og svona kannski á óformlegum fundum en þetta eru hlutir sem við þurfum að fara að koma betur inn í umræðuna. Varðandi flugi þá ég bara sammála því að það ferðatíðnin sem við þurfum að halda á lofti, við getum ekki sætt okkur við að hafa þetta eins og þetta í dag. Það verða að vera 2 ferðir með flugi á dag til þess að flugi sé raunhæfur kostur fyrir atvinnulífið og farþega vissulega það bara gott að það sé eitthvað flug í boði í dag og það svona smá varnarsigur að koma því í gegn en það alveg óásættanlegt að við skulum ekki vera hér með 2 ferðir að minnstakosti 5 daga í viku og ég bara get vottað það þegar maður með hinn hattinn að maður að starfa í atvinnulífinu að þá eru í fjölmörg skipti flugið verið slegið út af borðinu einfaldlega af því að það ekki flogið fram og tilbaka sama daginn og það það sem við þurfum og vonandi verður næsti vetur ekki það sama, það auðvitað búið að boða hér að verið flogið oftar og tíðari ferðir á dag í vor og vonandi verður það bara framhald af því næsta vetur og það eitthvað sem við þurfum líka þá að fylgja eftir og standa vaktina með. Ég hef lokið málinu mínu. Já, takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason. Nú voruð þið laust áfram til þessum lið og við skellum okkur í sameiginlega niðurstöðu. En kannski með leyfi varaforseta, þá kannski tekið örstutt hér til máls. Það náttúrulega, sannarlega, það var nóttur sagt að Vestmenningar séu orðnir sérfræðingar í samgöngum og tala kannski oft sem slíkir. En það náttúrulega bara þannig að þetta gríðarlega mikilvægt eins og við komum fram í máli Trausta Hjaltason og Írisar Róbertsdóttur. Og hér mikið spáð í samgöngumál og hvort skipi sigli til Landeyjahafnar eða Þorlákshafnar og hvort það sé misvind og ýmislegt sem að bæjarbúar þekkja orðið allvel. En sannarlega náttúrulega hefur, hvað siglingarnar varðar, þá hefur náttúrulega verið einstakt veðurfar síðustu 2 ár sem hefur gert það kleift og við hefum náttúrulega fengið nýja ferju líka að siglingar í Landeyjahöfn hafa gengið vel en við munum það allavega að það líka, það safnast sandur og það eru áttir og fleira sem að valda okkur vandræðum þó að hafi viðrað vel síðustu ár, þannig að við þurfum svolítið að vera á tánum, við meðum ekki gleyma okkur þó að hafi gengið vel síðustu misseri. Þannig að ég held að það sé ákaflega mikilvægt og við höldum vel boltanum á lofti og það þarf nú ekki mikið að gerast yfir vetrartímann, þannig að það sé ekki hægt að dýpka og við þekkjum það líka þó að það hafi komið fullkomið skip erlendis frá að það hefur verið erfitt að athafna sig. Þannig að þetta gríðarlega mikilvægt og ég held að við stíð gríðarlega stórt skref og bara þakka
bæjarstjóra líka fyrir það að hafa eitt út þessi dýpkunartímabilum. Þetta er mikilvægt að það sé hægt að dýpka þegar það þarf að dýpka og þegar færi gefst. Þannig að ég held að það hafi haft líka töluvert að segja. Nú, ég tek undir með Trausta Hjaltasyni í fluginu. Það er náttúrulega bagalegt að það sé ekki að fljúga fram og tilbaka samdægurs, en við vitum öll hvers vegna og það náðist bara blessunarlega að draga flugfélögin að borðunum og hefja hér flug aftur. Það þarf ekkert að rifja það upp fyrir bæjarfulltrúum hvað aðdragandinn þegar flugið var hætt. Þannig að það var skelfilegt hvað það gerist með skömmum fyrirvara og ég heldur munum öll eftir því. En sem betur fer náðist að draga flugflugum eða fá ráðuneyti öllu heldur til þess að styrkja flugið vegna COVID. Og við sjáum það náttúrulega líka og ef maður hefur rætt við það sem að starfi í kringum flugið og þá hefur náttúrulega farþegafjöldinn verið kannski ekki nærri jafn mikill og annars staðar. Og ég bind vonur það að það rætist úr því en því miður eins og við fengum að heyra í gær að þá erum við að fara aftur í gegnum eitthvað tímabil, þannig að það gæti nú dregist eitthvað á langina það fari að verða einhverja samgöngur í flugi en eins og segi ég bind mikla vonir við flugfélagi. En ef að bæjarfulltrúar vilja ekki taka til máls meira þá ætla ég að fara í sameiginlega niðurstöðu en allavega eins og þá hefur enginn beðið orði þannig að ég held ég lesi þá bara upp sameiginlega niðurstöðu bæjarstjórnar núna í beinu framhaldi. Bæjarstjórn lýsir yfir ánægju með að annan veturinn í röð skuli Landauðahöfn vera opin enda skipta samgöngur í Landauðahöfn íbúa fyrirtæki og landsmenn alla miklu máli. Ánægjulegt að sjá hvernig nýtt skip hefur nýst til siglinga í Landauðahöfn og Þorlákshöfn. Eins skiptir máli að búið að eyða dýpkunartímabilum og nú að dýpka leið og færi gefst til dýpkunar. Hins vegar lýsir bæjarstjórn Vestmannaeyja yfir áhyggjum yfir þeim búnaði sem notaður til dýpkunar í Landauðahöfn við núverandi aðstæður. Bæjarstjórn hefur áður lýst yfir áhyggjum af þeim búnaði sem notaður hefur verið til dýpkunar og hefur það raungerst í vetur að búnaðurinn hefur brugðist í þeim verkefnum sem liggja fyrir. Ljóst er að enn þarf að halda áfram að lagfæra Landauðahöfn til þess að hún verði svo heilsárshöfn sem lofað hefur verið. Flugsamgöngur líka mikilvægar fyrir Vestmannaeyjar. Nú haldið út í flugi með sérstöku framlagi frá samgönguráðuneytinu vegna COVID. Þetta framlag gerir það kleift að flogið 2 sinnum í viku. Fyrir notendur flugsins skiptir ferðatíðni miklu máli og verður töluverð breyting þegar ferðatíðni eykst í vor með tilheyrandi fjölgun farþega. Lýkur þessari sameiginlegu niðurstöðu bæjarstjórnar. Þannig ef að bæjarfulltrúar vilja þá ekki taka til máls meira til þessu lið, þá ljúkum við þessum 3. dagskrárlið og tökum til dagskrá lið númer 4. 4 umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundur 341 liður 1-9 sem liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir segi þá já og nei eða sitji hjá. Það er Íris Róbertsdóttir. Já. Helga Jóhanna Harðardóttir. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Eyþór Harðarson. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já, en ég óska eftir að gera grein fyrir atkvæði mínu. Og ég segi já, þannig að þetta er samþykkt með 7 samhliða atkvæðum og Helga Kristín Kolbeins gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar áheyrendur. Ég óska eftir að gera grein fyrir atkvæði mínu þar sem að þessi nefnd starfar í umboði okkar bæjarstjórnar og hefur umboð til að fullnaðar afgreiða mörg þessara mála sem fjallað í þessari fundargerð og engin ástæða fyrir okkur að vera einhver svona stimpill á þeirra gjörðir. Þau hafa fullt vald til þess að gera þetta sjálf. Þannig ég óska eftir að á næsta fundi að þá förum við vel yfir það að við ekki taka fram fyrir hendurnar á því fólki sem situr í þessum mikilvægu störfum fyrir okkur, heldur treystum þeim og erum ekki að fara svona alltaf yfir allt sem þau gera með því að segja já eða nei frá okkur. Ef við erum ósátt við þeirra störf eðlilegra
að finna nýja nefndarmenn. Takk. Takk fyrir þetta, Helga Kristín Kolbeins. Þetta bara fín ábending og þetta til úrvinnslu innan stjórnsýslunnar. Þannig að ég vænti þess að það verði einhver niðurstaða fyrir næsta fund. Þannig að kærar þakkir aftur fyrir þessa ábendingu. Það voru ekki fleiri sem vildu gera grein fyrir atkvæðisins þessum, þá förum við bara í 5. dagskrárlið sem já, það kannski eitt sem að ég glemdi nú að spyrja Helga Kristín Kolbeins óskar eftir þetta verði bókað. Kannski sendir þá á Forseti, nei, ég óska ekki eftir þetta verði bókað, ég held að það sé alveg óþarfi, við skiljum hvert annað og tökum tillit til hluta þó við þurfum ekki endilega að bóka. Takk fyrir. Það hárrétt. Þá erum við með sameiginlegan skilning á þessu. Það var blessunarlega hér ritari með mér sem að vinkaði mér og bað mig að fá þetta staðfest, þannig að það alltaf gott á ábendingar hvað sem fær koma. Nú við ljúkum þá þessum 4. dagskrárlið og förum í 5. dagskrárlið. Það bæjarráð Vestmannaeyja fundur 3148. Þannig að liðir 1-7 sem liggja fyrir til staðfestingar. Það Íris Róbertsdóttir. Já, en tek ég jafnframt undir með Helgu Kristínu. Helga Jóhanna Harðardóttir. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Eyþór Harðarson. Já. Trausti Hjaltason. Já, og óska eftir að gera grein fyrir atkvæði mínu. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og ég sjálfur segi já, þannig að það samþykkt samhljóða. Trausti Hjaltason, gjör svo vel. Já, ég bara í ljósi þessara umræðu hjá Helgu vildi fá að gera grein fyrir atkvæði mínu. Það ég held að sé líka bara ágætt ef að bæjarfulltrúar vilja þá ræða viðkomandi mál þá alltaf hægt að biðja umræðu það og ég nú hlynntur því að vera ekki að lesa allt upp og vera ekki að gera allt tvisvar og tíminn dýrmætur og allt það, þannig að ég bara hjartanlega sammála og ef það hægt að einfalda þetta eitthvað þá væri það mjög vel til fundið, þannig að ég bara tek undir þessa ábendingu hjá Helgu. Takk. Takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason. Við erum þá komin í 6. dagskrárlið sem fjölskyldu- og tómstundaráðherra. Fundur 260 liðir 1-4 liggja fyrir til staðfestingar. Höldum það áfram að bæjarfulltrúar segi já, nei eða sitji hjá. Íris Róbertsdóttir. Já. Helga Jóhanna Harðardóttir. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Eyþór Harðarson. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og ég sjálfur segi já, þannig að þessi liður samþykktur samhljóða. Nú 7. dagskrárliður bæjarráð Vestmannaeyja fundur 3149. Það liður 1 sem liggur fyrir til staðfestingar. Það Íris Róbertsdóttir. Já. Helga Jóhanna Harðardóttir. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Eyþór Harðarson. Já. Trausti Hjaltason. Hvað verið að ræða í þessum lið? Við erum bara að staðfesta þennan lið. Já, hver liðurinn? Þetta 7. dagskrárliður sem bæjarráð Vestmannaeyja fundur 3149. Það 1 liður það liggur til staðfestingar. Og hvað verið að ræða í liðnum? Hraunbúðir. Hraunbúðir, já. Það var ekki
ekki óska eftir umræðu þennan en ég get lesið þá Nei, ef þetta bara dugar já, ekki. svarið já, takk. Fundargerðir ráða voru send með gögnunum en ég get farið í gegnum það ef bæjarfulltrúar óska, það er lítið mál. En þetta er móttekið, já, Helga Kristín Kolbeins. Já. Ég sjálfur segi já, þannig að þessi liður er samþykktur. Og við erum þá í 8. dagskrárlið sem er umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundur 342 liður 1-5 sem liggja fyrir til staðfestingar bæjarstjórnar. Það er Helga Kristín Kolbeins. Já. Trausti Hjaltason. Já. Eyþór Harðarson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Helga Jóhanna Harðardóttir. Já. Og Íris Róbersdóttir. Já. Ég sjálfur segi já, þannig að hann er samþykktur þessi 8. liður. Nú þá förum við í dagskrárlið númer 9 í fundargerð. Dagskrá bæjarstjórnar, það er framkvæmd á Hafnar á Vestmannaeyja fundur 260, það hefur óskað eftir umræðum. Fyrsta lið sem er hafnarstjóri Vestmannaeyja Hafnar sem liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Ég ætla að halda áfram við það að lesa upp það sem kom fram, þannig að það séu það allir með á nótunum hvað þetta snýst, bæði þeir sem taka þátt í fundunum og hlusta. Þrátt fyrir að Trausti Hjaltason brýni mig stöðugt í þessu og það er bara vel eins og áður hefur komið fram, allar ábendingar eru vel þegnar. Nú þetta er bókað fyrsta mál almennt erindi hafnarstjóri Vestmannaeyja Hafnar. Geirlaug Jóhannsdóttir frá Hávangi mætti á fjárfund og greindi frá niðurstöðu á mati á umsækjendum stöðu hafnarstjóra, en 5 umsóknir bárust. Umsækjendur voru Andrés Þorsteinn Sigurðsson, Dóra Björk Gunnarsdóttir, Guðni Grímsson, Sigurður Ingason, Sindri Ólafsson. Fór Geirlaug ítarlega yfir ráðningarferli og þá þætti sem lagðir voru til grundvallar. Niðurstaða við ráðningu í stað hafnarstjóra Vestmannaeyja Hafnar höfum við gætt þess vel að viðhalda faglegu ráðningarferli og fólum því starfsmannasviði Vestmannaeyja að leiða þá vinnum. Ásamt því naut starfsmannasviðið aðstoðar Geirlaugar Jóhannsdóttur sérfræðings í mannauðsmálum frá Hávangi. Við viljum þakka fyrir sýndan áhuga og þær góðu umsóknir sem bárust í starfið. Einnig viljum við þakka starfsmannasviði Vestmannaeyjabæjar og Geirlaugu Jóhannsdóttur fyrir velunnin störf og góða vinnu sem nýttist okkur við ákvörðunartökuna. Ráðið samþykkir að Dóra Björk Gunnarsdóttir verði ráðin í stað hafnarstjóra. Samþykkt með 3 atkvæðum, 2 sitja hjá. Fulltrúar D-lista bóka. Athugasemd við vinnulag vegna ráðningar á hafnarstjóra. Samkvæmt 4. grein reglugerðar 1013 frá árinu 2012 hafnarreglugerð fyrir Vestmannaeyjahöfn er það á sviði hafnarstjórnar að skipa hafnarstjóra. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í framkvæmd á hafnarráði gera athugasemd við hvernig staðið hefur verið að ráðningunni. Samkvæmt upplýsingum frá fulltrúa ráðningarskrifstofunnar Hávangs voru viðtöl tekin við alla 5 umsækjendur starf hafnarstjóra. Síðar voru tekin framhaldsviðtöl við 2 umsækjendur sem nú liggur fyrir að hafnarstjórn á að velja á milli. Umsóknarfrestur rann út fyrir mánuði síðan og á þeim tíma sem málið hefur verið í vinnslu hjá ráðningarskrifstofu og bæjarskrifstofum hefur aldrei verið leitað til hafnarstjórnar eða þeim kynnt þau gögn sem umsækjendur lögðu fram. Hafnarstjórn er því bundin við þær upplýsingar sem ráðningarskristofa leggur hér fram sem að hluta til eru byggðar á huglæga mati. Ekki er með þessu verið að setja út á vinnu ráðningarskristofunnar eða umrætt starfsmanns heldur gerð athugasemd við vinnu fyrirkomulagið. Venjubundið er þegar ráðið í störf á vegum Vestmannaeyjabæjar að bæjarskrifstofa eða hlutaðeigandi svið bæjarins sér þá ráðningu, bæði viðtöl og tilfallandi vinnu ráðningarskrifstofum. Í þessu tilviki er það lögbundið að hafnarstjórn beri ábyrgð á ráðningu í stöðu hafnarstjóra og því hefði verið eðlilegt að ráðið hefði komið að ráðningunni frá upphafi. Með því að takmarka þau gögn sem lögð eru fram er framkvæmd á hafnarráð að treysta embættismönnum fyrir ákvörðun sem er í raun á ábyrgð ráðsins. Slíkt er ekki til þess fallið að taka upplýsta ákvörðun í málinu. Eins gera fulltrúar minnihlutans athugasemd við hvernig mat fór fram. Eðlilegt verður að teljast að framkvæmd á hafnarráð hafi haft yfirumsjón ásamt fulltrúa Hávangs að leggja mat á helstu atriði sem bæri að horfa til við mat á umsækjendum. Þá er gerð athugasemd við það að drög að auglýsingu var breytt í meðferð bæjaryfirvalda frá minnisblaði sem samþykkt var í framkvæmd á hafnarráð og bæjarstjórn. Fulltrúar minnihlutans telja að hafnarráð þurfi að kynna þessi gögn málsins betur
áður en ákvörðun er tekin þar sem mat Hafnvangs var að koma fyrir augu ráðsmanna í fyrsta skipti á þessu fundi. Undir þetta rita Sigursveinn Þórðarson og Jarl Sigurgeirsson. Þá kemur bókun frá fulltrúum á H-lista. Við lítum svo á að þar sem engin gagnrýni hefur áður komið fram á ráðningarferli, teljum við að okkur hafi tekist vel til með ferli og því skýtur það skökku við að nú komið fram gagnrýni á ráðningarferli. Undir þetta rita Stefán Ó. Jónasson, Arnar Ríkharðsson og Guðný Halldórsdóttir. Fulltrúar D-listabóka þá í framhaldi. Fulltrúar minnihlutans ítreka fyrir bókun og benda á að ekki er hægt að gagnrýna hluta að ferli áður en það kemur fyrir augu ráðsins, skipting á mikilvægi hvers hlutar var að koma fram í fyrsta skipti á þessu fundi og það er byggt á mati aðila sem koma ekki að ákvörðunartöku við starfið. Og þetta rita undir Sigursveinn Þórðarson og Jarl Sigurgeirsson. Þá hefur lokið við það að lesa upp það sem bókað hefur verið undir þessum lið og gef því Eyþóri Harðarsyni orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Þetta er svo sem búið að vera langt mál, þessi ráðning með hafnarstjórann og ég tek nú svo sem heilshugar undir allar þessar bókanir sem að koma frá ráðinu og þá er ég að tala fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þess ráðning á hafnarstjóra er per se bara rekstrarlegni vonbrigði hjá bæjarfélaginu á okkar mati. Þarna er verið að auka kostnað við rekstur hafnarinnar til langs tíma nema menn sjá að sér og breyti einhvern kúrs í þessu síðar en augljóslega er þarna mikinn rekstrarkostnað að ræða og yfirmanni hafnarinnar. Þetta hefur gengið án hafnarstjóra í fjölda ára og rekstur hafnarinnar verið með ágætum og það að eflaust hafi þurft að taka eitthvað til í rekstrinum og lagfæra einhverja verkferla, þá kallaði það ekki endilega á svona drastískar ákvarðanir, en við höfum ekki haft árangur af því karpi að reyna að koma fólki í skilningu um það væri kannski hægt að leysa þetta á hagstæðari hátt. En það sem að manni finnst kannski hrópandi í þessu er að hafnarstjórn sem á samkvæmt reglum Vestmannaeyjabæjar Vestmannaeyjahöfn að hafnarstjórn eigi að sjá ráðningu á hafnarstjóra að heyra það og lesa það hvernig þetta ferli allt hefur verið að hafnarstjórn virðist ekkert hafa komið nálægt málinu á annan hátt en í byrjun þegar það var að komast að þeirri niðurstöðu að eflaust væri réttast að búa til starf hafnarstjóra hjá höfninni og þar var útbúið minnisblað þar sem var lýst hæfniskröfum að þeirra mati og síðan virðist málið ekki þróast á annan hátt í hafnarráði eða í hafnarstjórn öðruvísi en þannig að þeim er kynnt loka niðurstaða í ráðningarferlinu sem að þau í rauninni hefðu átt að sjá sjálf. Þau virtust ekki hafa séð ákveðið að ráða auglýsa eftir hafnarstjóra eða skilgreina hæfnismatið. Því var breytt einhvers staðar í ferlinu utan hafnarstjórnarinnar og hæfniskröfur að mörgu leyti, stóru leyti útiloka reynslumestu starfsmenn hafnarinnar á því að fá starfið. Þetta krefst eflaust og krefst skýringa eflaust. Allir þessir 5 aðilar sem að sóttu við erum ekki og ég er ekki að setja út á persónur sem að komu þar til greina, allt hæft fólk og allt
fólk sem að hefði að mínu mati geta tekið við þessu starfi en það mjög sérstakt hvað reynsla innan hafnarinnar metin lítið í þessu umsóknarferli eða í þessu hæfnismati. Það auðvitað bara ákvörðun einhverra sem að ég veit ekki hver ákvörður hvaða stig gefur, hvaða reynsla gefur stigið eða flest stigin í þessu hæfnismati en við fáum væntanlega útskýringar frá því, frá meirihlutanum, hvernig þetta allt var hannað og þetta sem að ég að benda á að maður fá einhverjar skýringar á því. Ég ætla að láta þetta duga í bili. Já, takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Eflaust fleiri sem vilja ræða þennan lit. Það Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Byrja á því áður en ég fer yfir þetta mál að sú gagnrýni sem að ég mun koma að þetta mál snýst alls ekki persónur og leikendur í málinu, heldur fyrst og fremst ferlið og aðdragandan af málinu. Til að byrja með þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn verið frá upphafi andsnúinn því að fara þessa leið að auka kostnað 15 til 16 milljónir á ári eingöngu til þess að ráða í stöðu hafnarstjóra. Það hefði hæglega verið hægt að fara aðra leiðir sem hefur verið bent á og finna lausnir á þeim vandamálum sem gefið í skyn að hafi verið til staðar og þess vegna spyr ég nú fulltrúa meirihlutans hvort að það verði hagrætt eitthvað innan sviðsins núna til að koma til móts við þennan aukna kostnað sem fellur til vegna þessara ráðningar. Síðan það bara ferillinn sem fer í gang eftir að meirihlutinn búinn að binda sig í eitthvað kosningaloforð að hafa ætlað að ráða í stöðu hafnarstjóra og sem ég held að meirihlutinn hafi síðan áttað sig á að hafi bara verið tóm vitleysa. En til þess að standa á kosningaloforðið þá var farin alla leið en alls ekki með réttum ferlum og ferillinn sem að fyrir gangi í raun með ólíkindum. Það ákveðið það reyndar ekki ákveðið en það auglýst eftir hafnarstjóra og það hefur hvergi verið ákveðið að auglýsa í stöðuna. Það alveg ljóst að samkvæmt reglugerð það hafnarstjórn sem að ræður í stöðu hafnarstjóra og hafnarstjórn hefur aldrei ákveðið að auglýsa eftir hafnarstjóra. Það nú númer 1 og þess vegna spyr ég meirihlutann hver var það sem ákvað að auglýsa í stöðu hafnarstjóra. Það að minnsta kosti hvergi bókað. Og svo það önnur spurning. Hver ákvað að breyta hæfniskröfunum í auglýsingunni frá ákvörðun ráðsins og þá bæjarstjórnar þegar nýtt skipurit kynnt fyrir ári síðan þá ráðið, þeir sem að unnu þetta skipurit, þeir setja fram ákveðnar hæfniskröfur. Það hins vegar ákveðið að falla frá og breyta hæfniskröfunum í auglýsingunni. Og ég spyr, hver það sem ákveður að breyta hæfniskröfunum þegar það auglýst í starfið? Og hvers vegna það gert? Síðan það önnur spurning. Það hver ákveður hlutföll hæfniskvarðana
sem að stuðst við. Það ráðningarskrifstofa fengin af verkinu sem að styðjast við hæfniskvarða sem að virðast vera kokkaðir eftir á og þess vegna spyr maður hver ákveður þessa hæfniskvarða, það er að segja hlutfall hvers hæfnisliðar og hvenær eru þessir kvarðar ákveðnir í ferlinu. Það kemur að minnstakosti hvergi inn á borð hafnarstjórnar sem að á að fara með ráðningu hafnarstjóra og svo spyrir maður sig líka bara til hvers var verið að fá ráðningarskrifstofu að málinu og hvað kostaði að fá ráðningarskrifstofu að málinu. Ef að menn viti ekki hvað það kostaði þá spyr ég nú bara hvað kostar fulltrúi ráðningarskrifstofu á tíman. Og svo það kannski stóra spurningin í þessu öllu saman. Hvers vegna fjallar hafnarstjórn ekki málið og fer með ferðina líkt og henni ber að gera samkvæmt reglugerðinni þegar það verið að ráða í stöðu hafnarstjóra. Þetta bara vondur ferill frá A til Ö og býður því miður upp á tortryggni í garð málsins og ég veit að fulltrúar okkar í ráðinu sem sitja í ráðinu bjuggust ekki við því að ráðið yrði í stöðu hafnarstjóra á þessum fundi sem hér til umræðu, enda var í útsendri dagskrá fundarins hvergi getið til að það ætti að ráða í stöðu hafnarstjóra á þessum fundi og það er líka annað sem mjög vont og virðist vera því miður hjá meirihlutanum einhver lenska að vera að senda út dagskrá fundagerða þar sem að ómögulegt að lesa í hvað verður til umfjöllunar á fundinum og þurfa því fulltrúar Sjálfstæðisflokksins ítrekað að leita eftir svörum við bara einfaldlega hvað á að ræða á viðkomandi fundi í fagnefnd og það var upp á teningnum í þessum lið að okkar fulltrúar áttu alls ekki von á því að það ætti að taka ákvörðun á þessum fundi þessa ráðningu og þess vegna skil ég mjög vel þær bókanir sem voru lagðar fram af Sjálfstæðisflokknum á fundinum og enda hafði málið ekkert verið til umfjöllunar hjá hafnarstjórn. Þannig að það mjög skiljanlegt að fulltrúarnir bjuggust á ekki við því að það ætti bara að taka ákvörðun 1, 2 og 3. Þannig að ég óska bara eftir svörum og ef engin bæjarfulltrúi meirihlutans hefur svör þá hlýtur að minnsta kosti bæjarstjóri að hafa svörin og það hljóta að minnsta kosti að vera einhverjar skýringar á einhverju af þessu, ég vona það og það kannski skýrir þá eitthvað en ég vona að meirihlutin vandi sig betur þegar það verður ráðið í svona stöður hjá Vestmannaeyjabæ aftur. Takk. Já, takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason. Datt nú út hjá þér hérna í lokin hjá þér þegar ráðið og það datt bæði út hjá mér og ritara, hann að þú kannski kemur endurtökur aðeins þannig að við fáum að vera með lokin á þessu. Áttu tök á því? Já, hvenær datt út sér? Þarna þegar verið ráðið, þetta var bara blá lokin, síðustu 20 sekúndur sennilega. Já, ok. Það sem ég sagði var, eða mig minnir að ég hef sagt var að ráðið ætti, að það væri mjög vont að ráðið hafi ekki verið að senda út dagskrá þar sem að kæmi fram að það ætti afgreiða málið á þessum fundi og ég endaði þetta á að segja að vonandi myndi meirihlutin vanda sig betur næst þegar myndi ráða í sambærileg störf hjá Vestmannaeyjabæ í framtíðinni þar sem að þarf vanda ferilinn og hafa hlutina upp á borðum og fyrirfram ákveðna hvernig á að standa hlutunum.
Já, takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason, og við biðjumst velverðingar að þessu hérna úr Einarsstofu, ég og ritarinn, en því miður datt þetta út hjá okkur, en við fylgjum ykkur núna og það er búið að óska eftir orðinu, það er Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar, takk fyrir. Ég ætla aðeins að fá að bregðast við gagnrýni á ferlið. Reglur voru settar fram og samþykktar á bæjarráðsfundi 9. september síðastliðinn, sem er mikið framfaraspor í ráðningamálum Vestmannaeyjabæjar. Þetta var gert til þess að tryggja skýrt verklag og samræmingu við ráðningaferlið. Við ráðningu sem hér ræði var einmitt gætt að því að viðhalda þessu faglega verklagi, sem sett var á eins og í öðrum störfum sem ráðið hefur verið í á þessu kjörtímabili. Þessi mikla og faglega vinna var unnin af framkvæmdastjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs, framkvæmdastjóra umhverfis og framkvæmdasviðs og mannauðsstjóra ásamt sérfræðingi í mannauðsmálum hjá Havangi. Það er mjög sérstakt að fulltrúar minnihluta stígalistans í ráðinu og nú bæjarfulltrúar minnihlutans skuli vera að gera athugasemd við vinnulag vegna ráðningar á hafnarstjóra, en eins og ég var að tæpa á þá getur ferli vart verið faglegra enda fólk sem hefur mikla reynslu og þekkingu af vinnu sem þessari sem vann þessa vinnu og ber að þakka þeim fyrir hana. En einnig vil ég óska nýjum hafnarstjóra velfarnaðar í starfi. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Það er Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég vil líka fá að byrja að þakka starfsmönnum sem og ráðningarskrifstofunni fyrir vinnuna í þessu ráðningarferli og ég vil líka fá að nýta tækifærið og óska Dóru Björk Gunnarsdóttur velfarnaðar í nýju starfi. En ég er með bókun sem ég ætla að fá að lesa og hún hljóðar svona. Staða hafnarstjóra Vestmannaeyjahafnar var auglýst laus til umsóknar í byrjun febrúar síðastliðinn. 5 sóttu starfið. Leitað var ráðgjafar Hagvangs við úrvinnslu og mat umsókna. Að mati á umsóknum komu fyrir hönd Vestmannaeyjabæjar, framkvæmdastjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, framkvæmdastjóri umhverfis og framkvæmdasviðs og mannauðsstjóri. Faglega var staðið að ráðningaferlinu og þeir sem komu að því hafa allir reynslu af ráðningum. Ítarlegt mat átti sér stað á umsækjendum, meðal annars starfsviðtöl, leitað var umsagna, hluti umsækjenda var beðinn um að kynna sig, framtíðarsýn hafnarinnar og fleira. Jafnframt var lagt fyrir hluta umsækjenda persónuleika mat. Stuðst var við matskema þar sem hæfnisþáttum var gefið ákveðið vægi og umsækjendur metnir út frá því. Niðurstöður matsins voru þær að Dóru Björk Gunnarsdóttir var metin hæfust af umsækjendum. Á fundi framkvæmda á Hafnarráðs þann 16. mars síðastliðinn kynnti sérfræðingur Hagvangs ráðningaferli, matið og niðurstöður matsins fyrir ráðinu. Í framhaldi ákvað framkvæmda á Hafnarráð að ráða Dóru Björk í stöðu hafnarstjóra. Fundi framkvæmda á Hafnarráðs var seinkað einu sinni á tímabilinu vegna þess að enn var verið að vinna í ráðningaferlinu. Enginn nefndarmaður gerði athugasemd við það. Engin ósk kom frá fulltrúum minnihlutans í ráðinu frá því að starfi var auglýst. Aðkomu eða breytingu á ferlinu, lengri tíma, betri yfirferð, fleiri gögn eða frest til að ráða í starfið. Athugasemdir komu fram eftir að það var ljóst hver yrði ráðinn hafnarstjóri. Bókun lýkur, takk. Ég hef lokið máli mínu. Já, takk fyrir þetta, Helga Jóhanna Harðardóttir. Þetta verður þá bókað eins og þetta verður upplesið en við bæjarfulltrúum að senda bókun á mig og ritara, þannig að þetta sé allt saman fært rétt í bókar. Það er líka ágætt vinnulag, þannig að við getum gengið frá fundagerðinni á réttan hátt. Nú, það er Helga Kristín Kolbins, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, áheyrendur. Ég vil byrja mál mitt á að óska Dóru Björk til hamingju með starfið. Og það er ekki verið að deila á hennar persónu og þetta starf. Við vorum á móti hafnarstjóra við höfnina og síðan kom það þessi eins og Elís las hérna upp áðan, það er þessi ferill við ráðninguna. Jóna skýrði
vel áðan að það mjög faglega ráðið og faglega unnið hjá Vestmannaeyjabæ þegar verið að vinna að ráðningum, en það breytir ekki því að það gilda sérlög fyrir hafnarstjórnir. Og þá veltum maður fyrir sér hvort að fulltrúum ráðsins í meirihluta hafi verið fullljóst þessi sérlög sem gilda ráðningar á hafnarstjóra. En það stendur í lögum, það bara sérlög Vestmannaeyjahöfn, að hafnarstjórn skipar hafnarstjóra. Þannig að það stendur bara. Þannig að það sem að okkur kannski finnst svolítið vanta upp á, að hafnarstjórn hafi falið einhverjum að fara í þessa vegferð að auglýsa eftir hafnarstjóra. Við sjáum það ekki á gögnum og okkar fulltrúar í nefndinni, þeir upplifa það þannig að það hafi algjörlega verið framhjá þeim gengið við það. Ég hef lokið málinu. Já, takk fyrir þetta, Helga Kristín Kolbeins. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Það Íris Róbertsdóttir, gjör svo vel Íris. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, þetta svolítið fróðleg umræða og eins og kom fram hér í bókun sem Helga Jóhanna Harðardóttir las áðan og fór töluvert yfir ferlið, að þá langar mig aðeins að tæpa á nokkrum þáttum sem komu fram hér í máli tveggja bæjarfulltrúa áðan. Að það algjörlega ljóst að hafnarstjórn skipaði í stöðu hafnarstjóra. Þessi fundur sem var, ég kynnti mér það nú og þið hefur sjálfsagt gert það líka hjá ykkar fólki, þessi kynning og yfirfærsla og vinna og var farið í gegnum alla umsækjendur og þetta tók yfir 1,5 klukkutíma. Það voru öll gögn, það var spurningar og samræður og ýmislegt gert þarna og þessi hópur sem í og var með fulltrúa Hávang í þessum ráðningaferli, ráðningaferli frá A til Ö. Það var engin annars, það engin hér sem situr í bæjarstjórn sem var hvorki inn í ráðningaferlinu eða í skipulagninguna á því eða eins og verið að ýja hér að hafi verið að fikta í einhverju og búin til einhver skemu og eitthvað svoleiðis. Ég verð eiginlega bara sem yfirmaður allra starfsmanna Vestmannaeyjabæjar að biðja fólk að gæta sín þegar að tala svona starfsfólk bæjarskrifstofana. Þetta allt mjög mikið fagfólk, bæði framkvæmdastjóri, stjórnsýslu og fjármálasviðs, mannauðsstjórinn og framkvæmdastjóri umhverfis og framkvæmdasviðs. Þau hafa öll langa reynslu. Einn af þessum aðilum búið að ráða tugi ef ekki 100 einstaklinga. Og það algjörlega ótrúlegt að sitja hér og láta ýja að því að ráðið hafi bara hreinlega ekki vitað af því að þetta auglýsa eftir bæjarstjóra, ég voni það nú ekki að gera það, eftir hafnarstjóra. Staðan bara einfaldlega þannig að í fjárhagsáætlun fyrir árið 21 var samþykkt að ráða hafnarstjóra með því að samþykkja fjárveitinguna. Það algjörlega klárt að Sjálfstæðisflokkurinn var á móti og búin að vera á móti allan tíman. Og það bara að sjálfsögðu allra réttur, við erum ekki öll sammála allt. En það lá ljóst fyrir að ætti að ráða í þessu stöðu, þegar fjárveitingin liggur fyrir, þá hafnarstjóri starfandi hjá okkur núna. Það nú annarkvort bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson eða, já, ég held að veri bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson sem sagði það að við höfum ákveðið að fara að ráða hafnarstjóra. Hafnarstjóri líka samkvæmt þessum sömu lögum sem vitnaði til, þarf að vera til staðar hjá hverri höfn. Sá titill var aftur á móti hengdur á framkvæmdastjóra umhverfis og framkvæmdasviðs án þess að því fylgdi neitt, ekki kauptækun og ekkert, heldur bara að láta taka við þessu. Þannig nú verið að gera breytingar eftir langan tíma og þetta kannski búið að taka of langan tíma, það kannski gagnrýni sem alveg þess virði. En það að halda því fram
að þetta hafi komið ráðsfólkinu á óvart, ráðsmönnum minnihlutans. Bókunin ber þess merki að þetta kom þeim ekki á óvart. Þessi bókun ekki búin til í 4 mínútna fundarhléi. Hún var algjörlega klár fyrir fundin, þannig að fólk áttaði sig klárlega á því hvað var í gangi vegna þess að það var búið að fresta fundi einu sinni og það kom fram í þeim tölvupósti að það væri ennþá verið að vinna gögnin út af ráðningu hafnarstjóra. Hvers vegna, spurningi sem ég spyr tilbaka, hvers vegna kemur gagnrýnin bara fram eftir að fram komin hver ráðinn í starfi? Þetta afskaplega sérstök framsetning og mér langar svolítið að benda til þess að vera í að því að þetta sé ekki í lagi. Ferlið var mjög faglegt. Ferlið var einmitt að restin á ferlinu var öðruvísi heldur en hvernig annar ráðningaferli klárað hjá bænum vegna þess að þá það komið með það inn og það látið vita hálfpartinn til kynningar hvaða aðilar að vera að fara að ráða. Þarna var það ekki. Þarna þurfti ráðið að kynna sér þessi gögn og það þurfti að samþykkja ráðninguna. Þannig það algjörlega klárt að það var gert með þeim hætti sem á að gera. En það sem trufla mig alveg rosalega að þessi gagnrýni komi hérna fram á þetta starfsfólk sveitarfélagsins, á þennan fagaðila vegna þess á þessu kjörtímabili hefur verið ráðið í nokkrar stöður og meðal annars verið leita til fagaðila. Og ég vil nefna stöðu skólastjóra tónlistarskólans, ég vil nefna stöðu fjármálastjóra og ég vil nefna stöðu mannauðsstjóra. Faglegt ferli hefur við alla þessar ráðningar og þeir byggja á þessum verklagsreglum ráðningaferli sem Vestmannaeyjabær hefur og sama faglega ferli var viðhaft við ráðningu hafnarstjóra. Að sjálfsögðu það þannig að við erum með fólk hjá okkur í stjórnsýslu sem vinnur gögn og fer yfir og gerir tilbúið. Ákvörðunin var ráðsins. En það skýtur aftur á móti mjög skökku við að fulltrúa minnihlutans í ráðinu, í bæjarstjórn, gagnrýna vinnu starfsfólk og ráðningarskrifstofu með þessum hætti þegar engin athugasemd kom við ráðningum sem nefndar eru hér að ofan sem voru unnar eftir nákvæmlega sama ferli. Þannig ég á bara ekki til orð. Ég ofboðslega hissa á því að við skulum vera með þetta flotta fagfólk sem vinnur þetta fyrir okkur og eru starfsmenn sveitarfélagsins að þeir skuli þurfa að sitja undir því að þetta hafi verið eitthvað mjög sérstakt, hvernig matrixan gerð, hvernig stigin voru búin til, hvað var látið gilda. Það nú bara til, skilt mér ákveðna reglur hvernig það og ég get ekki því miður farið yfir það fyrir bæjarfulltrúa Trausta Hjaltason af hverju þetta og þetta var látið gilda þetta vegna þess að ég kom bara ekki nálægt þessari vinnu. Þannig ég bara hissa á því að við séum á þessum stað og ég með bókun með leyfi forseta. Á þessu kjörtímabili hefur meðal annars verið ráðið í stöðu skólastjóra tónlistarskólans, fjármálastjóra og mannauðsstjóra. Faglegt ferli hefur verið viðhaft við alla þessar ráðningar sem byggir á verkfallsreglum ráðningaferli Vestmannaeyjabæjar. Sama faglega ferli og viðhaft var við ráðningu á hafnarstjóra. Það skýtur því skökku við að fulltrúa minnihlutans í ráðinu og í bæjarstjórn gagnrýni vinnu starfsfólks og ráðningarskrifstofu með þessum hætti þegar engin athugasemd kom fram við ráðningarnar sem nefndar eru hér á ofan. Bókun lýkur. Ég hef lokið máli mínu. Já, takk fyrir þetta Íris Róbertsdóttir. Það Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ok, hér ýmislegt sem hægt að tala og bregðast við. Ef ég byrja aðeins á það sem kom fram í bæði bókun og máli bæjarfulltrúa Helgu Jóhönnu Harðardóttur, þá þá eru náttúrulega afskaplega fá svör sem að koma hér við þessum spurningum og ég líka svolítið hissa þegar bæjarfulltrúar meirihlutans tala skýrt verklag og faglegt og mikla faglega vinnu og ég veit ekki hvað og
ferillinn verður ekkert faglegur og skýr ef að það sagt og það þýðir ekkert bara að tönglast á því þegar það alveg ljóst að þessi ferill, hann bara ekki réttur og það ekki verið að fara réttar leiðir og þó að sé búið að búa til einhverjar verklagsreglur og koma niður að blað hvernig hlutinir voru gerðir og hafa verið gerðir, þá það ekki að fara að bjarga málunum hér sko. Það bara þannig að hafnarstjórn ræður hafnarstjóra og þó að það hafi komið fram í fjárhagsáætlun að þetta skipa í stöðu hafnarstjóra, þá það ekki fjárhagsáætlun sem gefur skipanir hvenær á að auglýsa og hvort eftir hafnarstjóra. Það ýmislegt sem í fjárhagsáætlun sem að verður ekki að veruleika eða verður einhvern veginn öðruvísi en búið að ákveða í fjárhagsáætlun og þannig bara virka ekki hlutinir. Og það mikill misskilningur hjá bæði bæjarstjóra og bæjarfulltrúum meirihlutans að hér séu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins að gagnrýna starfsfólk sveitarfélagsins og það óþolandi að bæjarfulltrúar meirihlutans séu í sífellu að skýla sér á bak við vinnu starfsfólks og að láta það líta þannig út að það sé starfsfólk sem að sé að fara með ferðina þegar að hér verið að gagnrýna fyrst og fremst pólitíska fulltrúa og H-lista og þá í ráðinu og í bæjarstjórn vegna þess að ákvarðanatakan við ferilinn ekki til staðar og ekki rétt. Og þá líka eðlilegt að það sé spurt af því hvernig hlutinir voru og reynt að skilja hvers vegna þetta líti svona út og það heldur ekki bara nema síður, það bara alls ekki þannig að það komi fram gagnrýni eftir að búið að ráða í starfið. Það kemur fram gagnrýni á ferilinn þegar það gefst loksins færi á því að fjalla málið. Málið var ekkert á dagskrá í ráðinu fyrr en á þessum fundi. Þá kemur fram gagnrýni á ferilinn og það alveg eðlilegt að það sé ekki búið að gagnrýna ferilinn þegar það liggur ekkert fyrir hvernig þetta á að vera fyrr en í blá lokin þegar búið að afgreiða málið. Og svo bara opinberast það hér að ráðið eingöngu til að stimpla niðurstöðu þessa faghóps sem að skipaður og mér hefði þótt eðlilegt að það hefði verið ákveðið af hafnarstjórn að auglýsa í stöðuna og það hefði verið farið þá eftir auglýsingin hefði farið eftir þeim hafniskröfum sem að ráðið var búið eða hafnarstjórn var búið að ákveða og farið bara og gert þetta eðlilega og fjallað málið áfram og verið upplýst og svo hefði málið verið tekið á dagskrá þar sem það hefði verið sagt í dagskráni að það hefði verið að fara að skipa í stöðu hafnarstjóra og bara eðlilega vakna spurningar og eru gerðar athugasemdir við ferilinn þegar svona og fyrst að það ekki búið að svara hér spurningum þá kannski væri gott að fá svör við einhverjum þeirra. Ég hef alveg fullan skilning á því að það kannski ekki hægt að svara nákvæmlega til hvað kostaði að fá ráðningarskrifstofuna að málinu á þessu stigi en það kannski algjört aukaatriði í málinu en ég spyr verður hagrætt eitthvað innan sviðsins til að koma til móts við þennan aukna kostnað og hvers vegna var ekki fjallað málið fyrr í hafnarstjórn og hvers vegna fjallaði hafnarstjórn ekki það að það ætti að auglýsa starfið og það alls ekki við töluðum aldrei neitt matskima líkt og bæjarstjóri talar heldur kom það fram í bókun meirihlutans. Hins vegar var verið að tala hér hvernig hæfniskröfunar voru metnar, hvernig hlutföllin voru metin og það bara eðlilegt að sé spurt af því þar sem að það kom hvergi fram
var hvergi búið að fjalla það og þannig að þetta bara ferill sem að alls ekki faglegur og alls ekki eitthvað skýr og það ég bara hissa á að menn skuli vera eitthvað hneykslaðir á þessari umræðu en svona þetta nú og að sjálfsögðu bara tekið undir með bæjarfulltrúum og við auðvitað bara óskum nýjum hafnarstjóra velfarnaðar í sínu starfi og til hamingju með starfið og enda snýst þetta ekkert það það hver var skipaður heldur bara hvernig var staðið að aðdragandunum löngu áður og hvernig staðið að öllu ferlinu fram að því að viðkomandi einstaklingur ráðinn. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason. Það Eyþór Harðarsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Það dálítið sérstakt að fjalla svona stór mál eins og við erum búin að fjalla núna og spyrja nokkra spurningar, fjalla feril málsins og maður fá ekki nein svör við spurningunum, heldur fáum maður bara skammir fyrir það að ráðast á starfsfólk Vestmannaeyjabæjar sem að maður ekki að gera og maður að leita eftir svörum frá bæjarfulltrúum í meirihlutanum. En kom engin svör við þessu sem við spurðum auðvitað eins og Trausti sagði, það ekki hægt að svara kannski öllu, en það alveg örugglega hægt að nálgast eitthvað með því að reyna að svara okkur, öðru sinna að hneykslast á okkur. En þið komið með bókun þar sem verið að tala að það verið unnið faglega að þessari ráðningu. Ég get bara ekki talið það faglegt að brjóta lög Vestmannaeyjahafnar þar sem hafnarstjórn á að ráða hafnarstjóra. Það get ég bara ekki talið faglegt þó þið bókið það að þið hafi gert það. Það ykkar mat. En spurningin hver breytti hæfniskröfunum sem að voru búnar til í minnisblaði á hafnarstjórn? Það ráðningarskrifstofan? Ég hljóti að geta svara því. Hver ákveður vægið sem að gefa mönnum stig til þess að hvað maður að segja, skora vel í hæfnismatinu. Það hlýtur að vera hægt að svara því. Þetta var ekki ákveðið í hafnarstjórn. Við hljótum að geta fengið svör við þessu án þess að þetta verið túlkað sem árás á starfsmenn Vestmannaeyjabæjar. Og auðvitað óskamaður nýráðnum hafnarstjóra góðs gengis og farsældar í starfi. Þetta snýst ekkert persónurnar sem sóttum, þetta snýst ráðningaferlið, hvernig þetta farið með þetta hjá meirihlutanum og ekki samkvæmt reglum Vestmannaeyjabæjar. Við erum með bókun, minnihlutinn, og ég óska eftir að lesa hana. Samkvæmt reglugerð Vestmannaeyjahöfn á hafnarstjórn að skipa hafnarstjóra. Þrátt fyrir það hefur hafnarstjórn Vestmannaeyjahafnar ekki farið með það verkefni og tók ekki ákvörðun að auglýsa starfið eða fela ráðningarskrifstofu það verkefni. Hæfniskröfur hafnarstjóra voru útlistaðar í minnisblaði starfshóps sem fjallaði framtíðarskipulag hafnarinnar og samþykkt var í febrúar á síðasta ári. Þegar starf hafnarstjóra var auglýst að Vestmannaeyjabæ var fallið frá þeim hæfniskröfum að starf hafnarstjóra sem búið var að samþykkja í bæjarstjórn. Auglýstum hæfniskröfum var síðan skipt upp í kvarða þar sem hver kvarði metin eftir huglægum hlutföllum. Til dæmis reynsla af hafnarstjórn lítið metin á meðan háskólamenntun hafði hátt vægi. Hafnarstjórn kom aldrei að ákvörðun þessi matshlutföll
á hæfniskröfum þrátt fyrir að eiga reglum samkvæmt að skipa hafnarstjóra. Málsmeðferðin því ótrúverðug og óheppileg, þar sem vægið var ekki kynnt fyrirfram og í raun vikið frá samþykktum hæfniskröfum starfshóps skipulag hafnarinnar. Undir þetta rita fulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Ég hef lokið máli mínu. Já, takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Þetta þá bókað eins og þetta var upplesið og því bæjarfulltrúum að fylgja því eftir með að senda okkur í tölvupósti eins og við höfum verið að fá í kvöld. Kallega þægilegt en Íris Róbertsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Íris. Forseti bæjarfulltrúar, ég fór yfir það hér áðan í máli mínu að ég get bara ekki svarað þessum spurningum varðandi það hvernig vægið metið, af hverju þetta var metið svona. Ég veit ekki hver breytti auglýsingunni, en það algjörlega sjálfsagt eins og bæjarfulltrúar vita að þá fer bæjarráð með starfsmannamál sveitarfélagsins og það algjörlega sjálfsagt ef að koma bara skriflega spurningar frá bæjarfulltrúum að ég fái þá sem að stýrðu þessari vinnu fyrir hönd sveitarfélagsins til að svara því skriflega inn í bæjarráði og ég mun bara beita mér fyrir því. En ég get ekki svarað þessu vegna þess að ég kom ekki og var ekki í þessari vinnu og veit ekki af hverju þetta var látið gilda annað og hitt látið gilda þetta. En ég veit ekki til þess að neitt sem á þessum fundi hafi verið inn í þessu. Þannig að ég bara, já, mér finnst þetta bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson verður þá bara að líða mér það og það bara það að bókunin sem kom frá minnihlutanum núna, hún klárlega áframhaldandi gagnrýni á það hvernig þessu var stillt upp og hvernig þetta var metið. Þannig að ég einhvern veginn skil ekki alveg hvernig hann getur verið viðkvæmur fyrir því að ég segi að þetta sé gagnrýni á starfsmenni sveitarfélagsins. Þannig að það getur verið að ég sé að poppar upp í skjánum að Trausti sem mótbókun, þannig að þetta verður kannski bara 4 áfram, en ég hef lokið máli mínu. Já, takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Trausti Hjaltason hefur óskað eftir að koma með bókun. Gjörðu svo vel, Trausti. Já, forseti bæjarfulltrúar. Ég hér með mótbókun við seinni bókun meirihlutans og hljóðar hún svo: hvergi hefur komið fram gagnrýni á starfsfólk sveitarfélagsins. Hins vegar hér að koma fram gagnrýni á pólitíska fulltrúa H- og E-lista. Það að fara gegn samþykktum og breyta hæfniskröfum ekki faglegur og skýr verkferill. Bókun lýkur og verður send á forseta og ritara. Já, takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason. Ég held að mælendaskráin sé orðin tóm og það svo sem með leyfi varaforseta ætla ég kannski að fá að segja örstutt. Það kemur svo sem ekki óvart þessi umræða og þetta náttúrulega búið að vera umræða nokkur sinnum hér á bæjarstjórnarfundi og hér greinir okkur á meiri og minni hluta og það hefur komið skýrt fram í bókunum og þetta nú búið að vera ágætis aðdragandi að þessu. Það búið að vinna ýmis vinnu í ráðinu og því miður kannski það þannig að hér enginn sem situr í bæjarstjórn sem í ráðinu til þess að upplýsa okkur nákvæmlega hvað hefur farið þar fram. Þannig að það kannski viss ókostur. En það var samt búið að vinna þessa vinnu lengi. Ég held að það sé nú alveg óhætt að segja að það sé nú búið að vera örugglega hátt í árs aðdragandi að þessu. Það er búið að fara í gegnum og vinna alls kyns vinnu og maður hefur séð það bókað hjá ráðinu. Nú við samþykktum þetta í fjárhagsáætlunarvinnunni, fjármagn fyrir hafnarstjóra og ráðið samþykkti fyrir áramót nýtt skipurit þar sem gert ráð fyrir hafnarstjóra og með sína undirmenn. Þannig að
og í framhaldi héldum við fyrsta bæjarstjórnarfund á nýju ári og tókum þessa fundagerð til umræðu og það var heilmikið spjall og bara gagnlegar umræður en eins og segja, það kemur ekki óvart að hér greinir okkur áfram og kannski bara þannig ég gleymi því nú kannski ekki. Ég óska nýráðnum hafnarstjóra innilega til hamingju og ég held að sé ágætt að gefa þeim einstakling tækifæri á að fara yfir stöðuna og ég efa það ekki að það séu ýmislegt sem að hægt sé að hagra en ég held að sé alveg ástæðulaust að fara að taka fram fyrir hendurnar á þessum aðila. Ég held að sé ágætt að hann fái sitt ráðrúm til að fara yfir málin og ég held að það sé líka ljóst að þessi staða hafnarstjóra, hún ekki koma bara svona upp úr þurru. Það ýmislegt sem á bæta og það hefur nú komið fram á þessum fundi líka. Ýmislegt sem má jafnvel bæta og skoða og þannig að það svona kannski það sem ég vildi fá að segja í þessari umræðu. En það komin hér mótbókun Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, við ætlum að fá að lesa þessa mótbókun sem hljómar svona. Við ítrekum að farið var eftir verklagsreglum í ráðningarferlinu og hafnarstjórn sinnti sínu lögboðna hlutverki og réð hafnarstjóra eins og fram kemur í fundargerð. Bókun lýkur. Takk. Og ég hef lokið máli mínu. Já, takk fyrir þetta, Helga Jóhanna Harðardóttir. Þetta verður það bókað eins og þetta voru upplesið og kemur svo sent í framhaldi til okkar. Við ritari höfum móttekið allar bókanir nema eina, það fyrsta bókun frá minnihlutunum. Við höfum fengið mótbókun frá Trausta Hjaltasyni og hann að kannski skoði það bæjarfulltrúar að það gæti vel verið að það sé hérna á leiðinni í kerfinu. Við höfum svo sem upplifað það hér fyrir í kvöld að það séu einhverjar smá truflanir og höfum aðeins misst úr ég og ritari. Þannig að það svo sem kemur ekkert óvart að þetta komi kannski ekki alveg strax en enga síður nú ekki nema mínúta síðan við fengum bókun frá Trausta þannig. Ég held að þetta gerist nú allhratt þannig að það sakar ekkert á að senda bara aftur sama tölvupóstinn en þessum töluorðum berst þetta frá Helgu Jóhannu bókun nr. 3 þannig að okkur vantar bara eina bókun. Nú ef það sé ekki meiri umræða en þetta þá bara berum við þennan lið undir atkvæði. Það allavega enginn sem búinn að biðja orðið enda flestir búin að taka til máls eða já, allnokkrir allavega tvisvar. Þannig að ég held að á þeim hér mér að berast skilaboð að það sé að koma fleiri bókanir. Þessum lið kannski ekki alveg lokið en ég var nú eiginlega búinn að nýta mér tækifæri þessa smugu sem ég fann hér til þess að koma mínum skoðum á framfæri. Ég veit ekki hvort það sé meira sem að ég með hjá mér annað en að ýta eftir þessum bókunum. Hér staðfestir ritar allavega að fengið bókun frá minnihlutunum sem ekki borist mér en við getum deilt því en þá allavega verið að vinna einni bókun frá minnihlutunum en ykkur bæjarfulltrúar sem vil leggja til inn í þennan lið meira? Nú ef ekki þá held ég að ég sé til neyddur með leyfi varaforseta að svona þess að teygja á þessum lið með að segja eitthvað meira sem ég kannski kom ekki að áðan en hef svo sem komið áður. Ég hef tjáð mig þetta mál allnokkur sinnum þessa hafnarstjórastöðu og ég held að það sé fullt af tækifærum í því
Það nú bara síðast í dag sem að ég ræddi við aðila hér í bænum sem að töldu nú að það væri nú tækifæri til þess að auka tekjur hafnarinnar líka og með þessari stöðu væri það vel hægt. Þannig að ég held að séu mörg tækifæri og ég held að þetta sé virkilega spennandi starf og ég þó að eins og segi þó að við deilum þetta og þá held ég að þetta sé samt mjög spennandi og við höfum náttúrulega séð einhver mengunarslys og fleira í höfninni sem ég held að sé mikilvægt að taka föstum tökum og auðvitað stundum ekki hægt að koma í veg fyrir þau en maður hefur séð í höfninni oft verið að dæla grút og fleira og svo náttúrulega einhver olíumengun annars slíkt sem ekki gott og eitthvað sem við viljum ekki sjá og ég held ég geti nú talað fyrir hönd allra bæjarfulltrúa í því og allra bæjarbúa. Við erum meðal annars með hvali í Klettsvíkin og fleira. Þannig að þetta sé ákaflega mikilvægt að við náum utan þetta, komum upp þá einhverjum búnaði meira til þess að hreinsa höfnina. Við erum að taka á móti fullt af ferðamönnum, gestum og þannig að ég held að sé fullt af tækifærum fyrir nýráðinn hafnarstjóra til þess að setja sig inn í, auðvitað þurfum að gefa viðkomandi ráðrúm til þess að setja sig inn í málin, en ég efa það ekki að það sé nóg sem að mun koma frá henni. En Trausti Hjaltason er klár með bókun, hann að ég gef honum orðið og við ljúkum þessum þá liðvæntanlega í framhaldi gerir ráð fyrir. Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Já, heyrðist í með þér? Halló. Já, ok, ég sé það. Þú heyrist. Forseti bæjarfulltrúar, þá ætla ég að fá að lesa hér upp mótbókun við bókun meirihluta. Hún hljóðar svo: Hafnarstjórn ákveður ekki að auglýsa starfið líkt og hafnalög kveða á Hæfniskröfur í auglýsingu breytt frá vinnu ráðsins. Ef meirihlutinn kallar þetta að fara eftir verklagsreglum það miður. Bókun lýkur. Já, takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason. Þá þetta bókað eins og þetta var upplesið. Gerir ráð fyrir þetta berist okkur ritara þá í framhaldi. Ég held að við komumst nú ekkert mikið lengra með þennan lið. Það hafa nú öll sjónarmið komið fram, eða ég vona það í það minnsta. Það getur vel verið að við þurfum að ræða þetta eitthvað meira, en eins og það segir, þá held ég að við ljúkum þessu lið með því að taka til atkvæða þennan lið. Þannig að við gerum það bara á hefðbundinn hátt að staðfesta hann eins og við höfum gert á fundum hingað til. Og eins og getið í útsendur í dagskrá, þá hann til staðfestingar bæjarstjórnar. Þannig að það Helga Kristín Kolbeins. Hvernig greiðir þú atkvæði, já, nei, að sitja hjá í þessum lið? Ég segi nei, en ég ætla að gera grein fyrir atkvæði mínu. Nei, ég bóka Trausti Hjaltason. Nei. Eyþór Harðarson. Nei, og ég vil gera grein fyrir atkvæðinu. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Helga Jóhanna Harðardóttir. Já. Og Íris Róbertsdóttir. Já. Ég sjálfur segi já, þannig að þessi liður samþykktur með 4 atkvæðum gegn 3 atkvæðum minnihlutans. 2 bæjarfulltrúar hafa óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu og fyrst það Helga Kristín Kolbeins. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, áheyrendur. Já, ég sagði nei í þessari atkvæðagreiðslu og það mætti að túlka þannig að ég var að segja nei við að Dóra Björk væri að fá þetta embætti. Það ekki þannig.
heldur ég bara að segja nei, af því að mér finnst ekki sneitt að hafa hafnarstjóra. En þá kemur málið, ég hef ekkert þetta að segja. Ráðið búið að ákveða það að ráða þarna hafnarstjóra. Mitt atkvæði, þó ég segi já eða nei, þó við höfum öll sagt nei hérna við þennan lið, þá breytir það ekki því að þessi fundur fór fram og hann var svona, þetta til kynning. Þannig að svona laga þurfum við bara að laga fyrir næsta fund. Takk. Takk fyrir þetta, Helga Kristín Kolbeins. Þá er það Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Ég segi nei við þessum lið þar sem að ég algjörlega á móti þessum íþyngjandi rekstri sem við erum að bæta á bæjarfélagið með því að bæta við hafnarstjórastöðu. Þetta var allan tíman algjör óþarfi að okkar mati og hefði verið hægt að leysa svokallaðan vanda hafnarinnar öðruvísi en með íþyngjandi rekstri. En segi eins og Helga Kristín, þetta nei, ég snýst ekki ráðninguna per se, hver var ráðinn heldur að við skulum vera að ráða hafnarstjóra. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Ég gerir ráð fyrir að þetta sé eins og áður að bæjarfulltrúar séu að útskýra hvernig þeir greiða atkvæði en óski ekki að þetta sé bókað. En byrja bæjarfulltrúar bara að taka það fram eða óska eftir að þetta sé bókað í framhaldi og senda okkur þá það í pósti. Nú annars ljúkum við þessum lið þá með þessari atkvæðagreiðslu og þessum orðum bæjarfulltrúa að þeir hafa komið því á framfæri að þeir óska ekki eftir þetta sé bókað heldur hafa þetta jafnframt í huga. Sýnist mér allavega, þannig að við ljúkum þessum lið, allavega sýnist mér þetta vera þannig en bæjarfulltrúar þá senda okkur það í framhaldi. Þá erum við stödd í 9. dagskrárlið, það eru liðið 2-7 sem eru þá eftirstandandi og til staðfestingar bæjarstjórnar, þannig að þeir bæjarfulltrúar sem að greiða atkvæði því segi já, nei eða sitji hjá sem hér staddir. Það Helga Kristín Kolbeins. Já. Trausti Hjaltason. Já. Eyþór Harðarson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Helga Jóhanna Harðardóttir. Já. Íris Róbertsdóttir. Já. Og ég sjálfur segi já, þannig að það samþykkt með samhljóða atkvæðum. Og þá þetta 10. dagskrárliðir, það Bæjar- og Vestmannaeyja fundur 3150, þá voru liðir 1-10 sem lágu fyrir til staðfestingar. Við bæjarfulltrúar jafnframt að segja mér hvernig þeir greiða atkvæðin til þessu liði. Íris Róbertsdóttir. Já. Helga Jóhanna Harðardóttir. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Eyþór Harðarson. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Ég sjálfur segi já. Þá þetta gangur til dagskrár 11. dagskrárlið sem fræðsluráð. Það fundur 341 liður 1-5 sem liggja fyrir til staðfestingar. Bæjarfulltrúar jafnframt að gefa mér upp hvernig greiða atkvæði. Íris Róbertsdóttir. Já. Helga Jóhanna Harðardóttir. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Eyþór Harðarson. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Ég sjálfur segi já. Þessi 11. liður jafnframt samþykktur og þá bara dagskráin tæmd. Næsti fundur bæjarstjórnar fimmtudaginn 15. apríl næstkomandi sem fyrir umræðan ársreikning.
Ég á von á því að hann verði með sama fyrirkomulagi og hér í kvöld. En við sjáum til og verðum að vona það besta að það lægist aðstæður og það verði létt á þessu sem búið að setja á hjá okkur. En ég þakka bæjarfulltrúum fyrir fundinn. Það ekki auðvelt kannski að fara í gegnum svona fjarfund í þessu en ég held að það hafi gengið vel og einhver mál sem við munum þá skoða í framhaldinu. Þannig að með þessu orðum þá segi ég bara fundi slitið núna 20:03. Takk fyrir.